síðasti hláturskast? Hvaða orð finnst þér falleg, það hvernig þau hljóma eða hvað þau þýða? Og hvenær varstu síðast stónaleg? Hvað það við stað sem gerir hann kósí? Hvað finnst þér erfitt gefandi? Og hvað finnst þér sumar á Íslandi? Hvaða kafa gert þig stolta? Notarðu blýant eða penna? Og ef þú gæti verið hvar sem hvert í heiminum myndirðu vilja fara? Myndirðu vilja vera hér? Viltu svara öll í löngu máli? Mig langar að heyra. Síðan máttu svara aftur, langar svo að þú tali meira. Því þú segir svo vel frá, gleymir aldrei neinu. Ég segi góðar sögur en ég hafa þær ekki á hreinu. En kannski ef ég segi þér þá manstu þær með mér. Hvað það fallegasta sem þú hefur séð? Hvað mikilvægt í fari fólks? Hvað finnst þér skemmtilegt að gera? Og ef þú gæti verið hvar sem hvert í heiminum myndirðu vilja fara? Myndirðu vilja vera hjá mér? Viltu svara öll í löngu máli? Mig langar að heyra. Síðan máttu svara aftur, langar svo að þú tali meira. Því þú segir svo vel frá, gleymir aldrei neinu. Ég segi góðar sögur en ég hafa þær ekki á hreinu. En kannski ef ég segi þér þá manstu þær með mér. Manstu hvaða flík þú ferð í fyrst? Hvernig væri best að taka á móti þér þegar þú kemur heim? Myndirðu vera alltaf hjá mér? Viltu svara öll í löngu máli? Mig langar að heyra. Síðan máttu svara aftur, langar svo að þú tali meira. Því þú segir svo vel frá, gleymir aldrei neinu. Ég segi góðar sögur en ég hef þær ekki á hreinu. En kannski ef ég segi þér þá manstu þær með mér. Heil og sæl, velkomin, hjartalega velkomin hingað til okkar í Fríkirkjuna við Tjörnina. Í þetta fagra gamla timburguðshús hér í hjarta borgarinnar. Dymbilvika nú að baki, sjálf páskahátíð nú upp runnin. Hvað kemur upp í hugann? Súkkulaðieggjin, litlu ungarnir, málshættirnir, guli liturinn, frí í skólum, ferðalög. En ekki eitthvað á bakvið þetta yfirborð? Eitthvað dýpra sem liggur að baki? Jú, aldeilis. Það eru margir fagrir strengir í þeirri hljómmiklu hörpu sem páskahátíðin Páskahátíðin helgasta hátíð kristninnar, sigurhátíð lífs og ljós, stór drama á sér stað. Í þessum þætti munum við hugleiða þann frið sem hinn uppreisni Kristur boðar og við munum fara víða, fjöltengja, huga að fjölmenningu og því sem trúarbrögðin eiga sameiginlegt. Við höfum boðið til okkar fólki úr ólíkum áttum, ólíkum menningarheimum, ólíkum trúarbrögðum til að biðja, kyrja, tala fyrir friði. Skoðum þetta aðeins saman leið og við njótum fagurrar og vandaðrar tónlistar.
Föstuvikurnar eru undanfari og undirbúningur fyrir sjálfa páskahátíðina. Við verðum aðeins að huga að föstunni sem tengir okkur saman þvert á ólík trúarbrögð. Í dag er fasta talin mikilvægur hluti af heilsubætandi lífstíl, hreinsun líkamanns og sjálfsögun. Það er í tísku í dag. Vikurnar fyrir páska eru helgaðar föstu. Öll stóru trúarbrögð veraldar halda föstu. Trúarleiðtogarnir miklu, Búdda, Móses, Jesús og Múhameð föstuðu allir. Hvað er það að fasta? Fasta felur það yfirleitt í sér að maður neita sér ákveðin munað, þægindi eða fæðu. Stundum felst hún í iðrun og yfirbót. Fasta hefur með sjálfsögun að gera, sjálfsstjórn, að veita sjálfum sér aðhald líkamlega og andlega. Í skólum landsins eru töluð hátt í 80–90 tungumál. Við erum fjölmenningarsamfélag með allri þeirri litaskrúð sem því tilheyrir. Fjölmenningu tilheyra ólíkar hefðir, siður og venjur sem geta valdið óþægilegum núningi. En fjölmenningin getur einnig leitt í ljós það sem við öll jarðarinnar börn eigum svo til öll sameiginlegt. Í gömlu austrænu trúarhefðunum, hindúisma og búddisma, eru föstu og meinlæta hefðir mjög fyrirferðarmiklar. Í sinni föstu varð Búdda fyrir fjórföldum freistingum í upphafi síns starfsferils, mjög svipað því og Jesús gekk í gegnum 500 árum síðar. Allar þrjár eingyðis trúarhefðirnar, gyðingdómur, kristindómur og íslam, hafa ákveðinn föstu tíma og föstu aðferðir í sínum helgisiðum sem tengjast sögulega og menningarlega. Við erum hér í Fríkirkjunni við Tjörnina, en hún tákn trúarlega og menningarlega aðgreiningu eða er Fríkirkjan tákn menningarlega og trúarlega samhygð. Í íslam fasta menn í Ramadan mánuðinum sem var núna í mars og þar er siðurinn tekinn alvarlega. Eitt sinn var eitt samfélag múslima hér á landi húsnæðislaust í upphafi föstu mánaðar og þá voru góð ráð dýr. Við í Fríkirkjunni buðum þeim aðgangað okkar húsakynnum og íslamska samfélagið kom nokkuð oft saman í okkar fríkirkjusafnaðarsal. Einhverjir sögðu sig úr fríkirkjusöfnuðinu vegna þessa. Töldust líka kristna náunga gestrisni ekki hæfa. Mun fleiri skráðu sig inn í fríkirkjuna af þessu tilefni. Hér eru allir velkomnir. Við leitumst við að fylgja þeim æðri mætti sem er innra með okkur öllum, óháð kirkjudeildum, fornum ritningum, ofar trúar brögðum, þeim Guði sem tengir saman. Fjölmargar hliðstæður er að finna í boðskap stóru trúarbragðanna. Það sem er sameiginlegt með trúarhefðunum eykur á trúverðugleika hverrar hefðar fyrir sig og útvíkkar okkar eigin andlegu sýn. Ef við náum ekki að skilja að við erum öll samtengd þótt við komum úr ólíkum áttum, þá verður ekki friður. Í trúarbrögðunum er að finna marga sameiginlega þætti sem eru óháðir tíma, menningu og landfræðilegum fjarlægðum. Þetta ætti að hjálpa okkur í að skapa samhljóm í okkar sammannlegu tilveru. Hugleiðum það næst þegar við föstum, því það er vissulega fagnaðar erindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Með friður, miskunn og blessun Allah vera með þér. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa Isa wa Musa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lofaður sé Allah, drottinn heimanna, og friður og blessun sé yfir Muhammed, Isa, Jesus og Musa, Moses, og fjölskyldum þeirra og fylgjendum og öllum hinum spámönnunum sem þú hefur nefnt og gefur okkur sem fordæmi, ó Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May friður, miskunn og blessun Allah vera með þér. Slærað á þráðinn seint á kvöldin og við tölum lengi. Ég græt í símann svo sláum við á léttar strengi. Ég vildi að þú gætir tekið utan mig hvíslað. Mér líður alveg eins og þig hefur svo lengi grunað. Þú segir ýmislegt en aldrei það sem ég vil heyra. Við tölum opinskátt en erum samt að reyna að leyna. Ég vildi að þú myndir taka utan mig hvísla. Mér líður einhvern veginn alveg eins og þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, sú nákvæmlega sú sem ég vil. Hvað ég grét í gærkvöld. Ég kann að fyrirgefa og teki þína útréttu hönd. Þú heldur í mig, segir að ég megi aldrei fara. Fæ engar útskýringar, segir aftur af því bara. Þú veist, þú veist, þú ert sú nákvæmlega sú sem ég Hvort ég fíll fyrir að trúa alltaf á það besta eða fyrir að hafa aldrei lært að veðja á hesta. Þú slærð á þráðinn seint á kvöldin og við tölum lengi. Ég græt í símann, svo sláum við á létta strengi. Þú veist, þú veist, þú ert sú nákvæmlega sú sem ég græt í símann, svo sláum við á létta strengi. Þú slærð á þráðinn seint á kvöldin og við tölum lengi. Ég græt í símann, svo sláum við á létta strengi. Ef rétt á haldið, þá getur fjölmenning aukið skilning okkar á hvert öðru og leitt til þess að við opnum augu okkar fyrir því hvað við erum öll samtengd, jafnvel háð hvort öðru. Og þetta á einnig við trúarbrögðin. Páskahátíðin ein alhelgasta hátíð kristinna manna. En það má fullyrða að boðskap hennar og táknmyndir sé alls ekki hægt að skilja nema í gegnum önnur trúarbrögð. Lykillinn að páskahátíð okkar kristinna manna að finna í mun eldri trúarbrögðum. Kristnir menn eru ekki þeir einu sem halda páskahátíð. Í gyðingdómi nýtur páskahátíðin mikillar helgi rétt eins og hjá okkur. Þessar tvær hátíðir, þessara tveggja trúarbragða, eru haldnar svo til á sama tíma ársins. Kjarna tilvistar boðskap þeirra beggja
lausn úr viðjum. Á páskahátíð gyðinga minnast þeir lausnar Ísraels þjóðar úr ánauðinni í Egyptalandi forðum. En það Exodus þema vissulega einnig að finna innan kristninnar, nokkuð sem komið verður að hér á eftir. Á páskum gyðinga koma fjölskyldur saman við borðhald og börnin eru uppfrædd þessa sögulegu lausn. Samanber það sem segir í bókinni Exodus í Gamla testamentinu. Hvers vegna þetta kvöld ólíkt öllum öðrum kvöldum? Spyrja börnin þegar hátíðin gengur í garð. Svarið þennan dag skaltu segja við son þinn, þetta gert vegna þess sem Drottinn gerði fyrir mig þegar ég fór út frá Egyptalandi. Fjölskyldan borðar saman eftir ákveðnum siðum, Haggadah, borða saman sérstakt ósýrt brauð, matzah, drekka vín og biðja. Sérhver bikar, sérhver réttur, sérhvert orð hefur táknræna merkingu og allt vísar það til lausnarinnar úr þrælahaldinu forðum. Á páskum kristinna haldið upp á upprisu Jesú Krists frá dauðum. Upprisan veitir lausn úr viðjum, lausn undan öllu því sem fjötrar okkur og heftir, lausn undan kúgun og ofbeldi, lausn undan valdi dauðans. Jesús var sjálfur gyðingur og allir hans lærisveinar höfðu alist upp við þessa fornu gyðinglegu hátíð, allt frá barnæsku og tekið þátt í henni árlega. Síðasta kvöldmáltíðin á skýrdagskveldi var einfaldlega gyðingleg páskamáltíð. Í hvert sinn sem gengið til altaris í kristinni kirkju og fólk fær vín og oblátu, þar að segja ósýrt hveitimjöl, þá þetta meðal annars bakgrunnurinn. Fjölmörg tákn og tilvísanir liggja á milli páskahátíðar þessara náskyldu trúarbragða og tengja þau saman. Hvað segir þetta okkur? Jú, þetta ætti að tengja okkur saman að þekkja og skilja bakgrunn hvers annars og minna okkur á að við eigum öll mennskuna sameiginlega. Öll þráum við lausn úr viðjum, ekki satt? Yfirskrift þessarar páskasamveru okkar hér í Fríkirkjunni friður og fjölmenning. Í páskaguðspjallinu segir: Hann upprisinn frá dauðum, sjá hann fer á undan ykkur til Galileu, þar munið þið sjá hann.
Höfundur Guðspjaldsins leggur það mikla áherslu á þetta að bæði engillinn við tómu gröfina og hinn uppristni Kristur ítrekka það. Galilea. Hvað merkir það? Galilea var alþjóðlegt landsvæði þar sem allskyns fólki ægði saman, vegamót ólíkra menningar heima. Í lok Guðspjaldsins greinir frá því að einmitt þar, í Galileu, hinn uppristna Krist að finna, þangað sendir Jesú lærisveinana. Í Galileu ríkti fjölmenning og margbreytileiki, ólíkt segi rótgrónum hefðum og siðum helgu borgarinnar í Jerúsalem, þar sem mustrið var að finna. Galilea var svæði sem minnir helst á smækkaða mynd af heiminum í dag og þar bíður Kristur okkar. Krist ekki að finna í voldugum trúarstofnunum, hann að finna meðal fólksins, jafnvel í hefðaleysinu, í fjölmenningunni, í hinu ófyrirséða og óvænta, þar sem gerjun og nýsköpun eiga sér stað. Friður. Það fyrsta sem hinn uppristni Jesú segir við lærisveinana eftir upprisuna friður sé með yður. Hann segir það 3 sinnum. Jesús var, eins og áður segir, gyðingur og trúarrit hans voru meðal annars á hebresku. Hebreska friðarhugtakið shalom notað sem kveðja, bæði á hebresku shalom aleikum og á arabisku salam aleikum. En shalom leið dýnamískt og kraftmikið orð. Það hefur sterka samfélagslega merkingu. Það merkir alls ekki kyrrstöðu eða ládeyðu. Þar sem ógnarstjórn ríkir og öllu haldið niðri í kyrrð og ró, þar ríkir ekki shalom friður. Hugtakið hefur með kraftana í samfélaginu að gera, að það ríki jafnvægi, innri krafta og samfélagslegt jafnvægi, réttlæti. Grunnboðskapur páskana lausn úr viðjum, lausn undan öllu því sem fjötrar, þvingar eða heftir. Frelsun mannsins frá kúgun og ofbeldi og hann felur í sér skuldbindingu við mannúð og mennsku. Upprisu og friðarboðskapur Jesú Krist endurskapandi kraftur sem ögrar kyrrstöðu og boðar samfélagslegt réttlæti og jafnvægi kraftana. Hann hvetur okkur til að leggja skapandi öflum lið og að við gerumst tilbúin til að taka okkur stöðu með hinum umkomulausu, með flóttamönnum, með hinum óttaslegnu, með hinum fátæku. Og í landi þar sem bilið breikkar stöðugt á milli þeirra sem hafa og þeirra sem ekki hafa, þar sem auður og auðlindir landsins safnast jafnt og þétt á hendur örfárra, þar sem hinir lægst launuðustu get ekki lifað af launum sínum þrátt fyrir langa vinnudaga, þar ríkir ekki sá friður sem okkur kristna trú boðar. Yfir þín nálægt þér.
Páskahátíðin hátíð gleðinnar því hún boðar frelsi og mannréttindi. Hún boðar lausn úr viðjum. Í hinum gyðingkristna trúararfi okkar sem við öll eigum sameiginlega þá voru páskarnir frá upphafi hátíð hins óvænta, hátíð óvæntrar lífsvonar og jú mannréttinda. Hið svokallaða Exodus þema hinna fornu ritninga hefur farið allan heim. Hver man ekki eftir sálmi svörtu þrælana á plantekronum í suðurfylkjum Bandaríkjanna? Go down Moses. Let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Sem meðal annara Louis Armstrong söng fyrir okkur og alla heimsbyggðina. Sá söngur átti sinn þátt í að vekja frelsisvitund meðal svartra þræla, kvenna, barna, karla í suðurhluta Bandaríkjanna. Það ekki svo langt síðan það var. Hið gyðingkristna páska Exodus þema átti ríkan þátt í afnámi aðskilnaðarstefnurnar í Suður Afríku, þar sem Nelson Mandela og biskupinn Desmond Tutu voru í lykil hlutverkum. Vissulega má einnig nefna hindúan indverska Mahatma Gandhi, þann mannréttinda frömuð og friðar postula. Hann leiddi frelsisbaráttu Indverja með friðsamlegri og vopnlausri baráttu og frelsaði indversku þjóðina undan nýlendu oki breska kristna heimsveldisins rétt fyrir miðja síðustu öld. Hann kynntist bæði neikvæðum áhrifum kristindóms sem og frelsunarboðskap Jesú sem hann dáðist að. Frelsisboðskapur páska uppljómunarinnar var aldeilis einnig að verki þegar mannréttinda baráttu svartra var aftur hrundið af stað í Bandaríkjunum á 7. áratug síðustu aldar með Martin Luther King í broddi fylkingar. Eins mætti nefna buddhistan Dalai Lama, andlegan leiðtoga Tíbeta í sinni friðsömu mannréttinda baráttu. Hann hélt upp á þetta þema þó það væri ekki tekið úr hans buddhiska trúararfi. Móses leiddi fjöldan brott úr þrældómi, mannfjöldinn fékk lausn og frelsi úr viðjum kúarans, hið ómögulega gat og getur enn gerst. Páska uppljómunin boðar það sem vonast var eftir og meira en það. Hún boðar hið óvænta og lausn úr viðjum, hún boðar útvíkkun hugsunar okkar, hún gerir alla hluti nýja. Og það kallar fram gleði, djúpa innri gleði. Verna
Namaskar. Today I bring to you, on the occasion of Easter, a Shanti mantra which finds its place in two Upanishads, one which is Katha and the other which is Taittiriya. And the chant goes as Om Sehanav Avatu Sehanau Bhunaktu Sehaviryam Karvavahai Tejasvinav Adhitamastu Ma Vishwa Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. This beautiful invocation is offered when two or more people get together in a unison or are wanting to get together in a unison. The first line is asking for protection of all. The second line has the word bhunaktu, which is asking for nourishment of all, not just physical nourishment or material nourishment, but spiritual, emotional, and mental nourishment. In the third line, it is requesting that let all of us get together to create such a vibrant energy, an energy which is only possible when we come together for peace and harmony. Then it makes a request saying, Ma Vishwa Vishavahai. Ma means no. Vishwa Vishavahai means conflict, hostility. Let there never be conflict and hostility between the participating parties. And finally, it ends with Om Shanti Shanti Shantihi. Om, the eternal sound of bliss, followed by peace within me, peace between us, and finally, O nature, O cosmic energies, keep your hand of bliss on all of us. May there be peace. Shanti. Namaste. Stundum finnst mér að kirkjustofnunin dvelji of lengi í dimmu föstunar með Hallgrími Péturssyni og hans píslum og þjáningu. En sjálfan Krist að finna upprisu og ljóssins megin við krossin. Hann ekki lengur á krossinum, hann ekki lengur í gröfinni, hann farinn á undan til að við megum lifa í hans bjarta ljósi og lifandi von. Það engin tilviljun að páskahátíðina, sigurhátíð ljósulífs, skuli bera upp á í byrjun vors og boða komu sumarsins. Upphaflega var páskahátíðin forna einmitt vorhátíð sem fagnaði endurnýjun lífsins í náttúrunni,
En fögnum við því að í lok hvers vetrar megum við aftur njóta birtunar og yls vors og sumars. Við fögnum hver á sínum eigin forsendum með sínum hætti. Við fögnum yfir því að myrkrið sem stundum virðist ætla að yfirtaka okkur alveg, að það hefur samt sem áður ekki síðasta orðið. Ljósið hefur sigrað myrkrið og okkur hverju og einu hefur verið boðin hlutdeild í þeim mikla sigri. Sá sigur endanlegur. Þó eru enn háðar orustur, máttur myrkursins enn mikill í þessum heimi. Við höfum séð það til dæmis í þeim grimmdarverkum sem unnin eru í Úkraínu af nágranna þjóð og í ástandinu á Gaza, svo eitthvað sé nefnt. Víða enn mikið böl, hrópandi þjáning og samfélagslegt óréttlæti í mannheimi. Og rétt eins og nú í aprílmánuði enn allra veðra von, skyndilega getur ský dregið fyrir sólu, það getur kólnað, en þrátt fyrir það vitum við fyrir víst að sumarið mun koma með birtu sína og yl. Þetta sigrandi sumarljós hefur logað frá upphafi og logar enn í hjörtum allra þeirra fjölmörgu sem vilja leiðast af og lifa í kærleikanum og miskunnseminni. Kærleiksljósið lýsir jafnt sumar sem vetur, á dimmri nóttu sem á björtum degi. Páskaundrið boðar það sumar sem aldrei tekur enda. Tilgangur okkar og markmið sem einstaklinga og sem samfélags að tengja inn í þennan uppljómunarkraft Krists sem við finnum við innra, þá æðstu orkustöð allra orkustöðva sem lýsir upp heiminn og allt mannlegt ljós fær birtu sína og orku frá. Okkar markmið það eitt að fyllast af þeirri kærleiksorku sem þar að finna og leggja af alla sjálfshyggju. Hinn upprisni Kristur spyr ekki trúfélagsskráningu eða þjóðerni. Ertu frá Úkraínu, ertu frá Rússlandi, ertu gyðingur, ertu múslimi? Ekkert að þessu skiptir máli í hans augum. Við erum öll börn Guðs og eigum hans orku innra með okkur öllum. Ein af mínu uppáhaldsspekjaorðum það að þeir sem muna ekki fortíðina dæmdir til að endurtaka hana. Og þetta hluti af
páskahöfðinni að gyðingar að fagna nýju ári og minnast þess að páskar eru tíminn þegar að Drottinn leiddi líf sinn úr þrælakistunni í Egyptalandi og þetta mjög mikilvægt að muna það sem var erfitt og fagna því sem gott. Á einhvern sjálfsbrotinn hátt þá hefur páskahátíðin orðið dálítið sérstök því að hún skapar sig alltaf sjálf. Það ekki til lengri dagur í árinu en föstudagur langi, alveg sama hvaða trúar maður og maður fagnar alltaf einhverjum góðum tíma á páskasunnudag. Og þetta tími þar sem fólk á að vera saman, fjölskyldur koma saman, byggja upp nýjar hefðir, muna þær gömlu og gera það sem gott og skemmtilegt og njóta samvistar. Þetta mjög dýrmætur tími. Þetta höfuð ársins eins og gyðingar segja, Rosh Hashanah, að það að byrja eitthvað nýtt og það spennandi. Og ég vona að svo verði í ár eins og alltaf áður. Og ég vona að þessi erfiðu tímar sem við erum að sjá í kringum okkur að þeir verði viðráðanlegir út af því að við eigum forðast sömu mistök að hafa við gerð áður. Stundum ég sterk. Stundum get ég ekkert gert. Svo ég sit og sakna og syrgj og sé mikið eftir þér. Stundum ég leið. Stundum man ég ekkert hvað var að. Og spyrir mig hvernig ég gat sært allt sem var mér kært. En stundum ég stolt. Stundum ég viss hvernig fór. Klappa mér á bakið mitt, hætta að hugsa þig. Stundum ég sár. Ég velti stundum fyrir mér hvort þér líði betur eða verr.
Stundum get ég samið ljóð eitthvað annað en þig. Fléttað það fallegt lag, tókst það ekki í dag. Mér langar aðeins að ræða við þig vonina. Hvað merkja þessi orð, lifandi von? Hvað merkja þau fyrir þau sem að því virðist búa við vonlausar aðstæður? Eru föst í fátæktargildru, liggja inn á líknardeild og bíða eða hafa verið greind með illvíga sjúkdóma sem erfitt að stöðva? Jú, til eru mörg dæmi þá sem varðveita trú sína jafnvel í svartasta myrkri. Eins og ungur maður, ungur gyðingur skrifaði á múrvegg í gyðingahverfinu í Varsjá sem nasistar sátu sveltu og síðan gereittu. Ungi maðurinn skrifaði á vegginn: Ég trúi á sólina, líka þegar hún skín ekki. Ég trúi á kærleikann, líka þegar ég verð hans ekki var. Ég trúi á Guð, líka þegar ég sé hann ekki. Annað dæmi, eitt sinn predikaði kristinn maður því hann var reyndar prestur og var sjálfur mikið veikur og verulega þjáður og deyjandi vegna alnæmis. Hann lagði út frá biblíuteksta svo hljóðandi: Fyrir því læt ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín skammvinn og léttbær. Ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega stundlegt, en hið ósýnilega eilíft. Það erfitt að skilja hvernig jafn þjáður maður og hann var gat talað að þrenging hans sé léttbær. Hér ekki verið að gera lítið úr þjáningunni, heldur hér verið að benda á að til sönn trú í raunum, von gegn óvon og raunveruleg hugarró í ótrúlegu mótlæti. Þegar áföllin knýja okkur til að horfast í augu við dauðan, þá erum við leið knúin til að horfast í augu við lífið sjálft. Og það leiðir jafnvel til endurmats. Við lærum að meta það sem við eigum eftir lifað. Líkurnar kunna að gefa eitthvað til kynna varðandi lengd þess tíma, en enginn veit í raun hversu langt það Við eigum möguleika á að meta betur allt til góða sem við höfum fengið að njóta. Miklu betur, að meiri dýpt og meiri virðingu. Þegar við erum upprisumegin við krossin, þá verður lífið sjálft mun dýrmætara. Hver stund mikilvæg, hver nýr dagur sem við vöknum upp til sem dýrmæt gjöf, sem við viljum nýta sem best til góðs. Við eyðum ekki tímanum til einskis, heldur nýtum hann til góðs. Við þurfum að taka okkur stöðu upprisu megin við krossin. Og krossin miðlægur í þessu trúarferli. Dráps og pyntingartól því breytt í sigur tákn lífs vonar, lifandi vonar. Kristur upprisin skilur þá sem hafa kross að bera. Hann tekur sér stöðu með þeim sem eigum sárt að binda. Hann bar sinn eigin kross og þess vegna hann fær að hjálpa þeim sem bera sinn eigin kross. Gott fólk, við erum öll á sömu vegferðinni frá vöggu til grafar. Á vegferðinni margt óljóst. Margar eru mótsagnirnar í þessu lífi, bæði innan með okkur sjálfum sem á því sem við mætum á vegferðinni. Ég trúi því að vonin hið eilífa og fullkomna sé innibyggð inn í okkur. Öll eigum við slíka von í hjarta, sama hver afstaða okkar til trúarstofnana eða trúarbragða. Von að réttlætið muni sigra að lokum. Von betra líf í þessari jarðvist eða í eilíðinni. Von að við, okkar nánustu og að sem flestir nái að dafna og blómstra, þrátt fyrir allt það sem að okkur steðjar. Án vonar myndi stefna lífsins fram á við hverfa
og með henni lífið sjálft. Við myndum enda í örvæntingu og kvíða, vera úr allri von og vera hvergi. Þar vill enginn vera. Krossin nú tákn ljós, lífs og vonar, tákn þess ljós sem ýtir burt allri dimmu, öllu myrkri, tákn þeirra lifandi vonar sem sigrast á öllu vonleysi. Krossin tákn sigur lífs yfir dauða. Hann vísar til hringrása lífsins, endurnýjunar lífs. Uppriðsuhátíð Jesú Krists hátíð hinnar lifandi vonar. Gleðilega páska. Að óska einhverjum gleðilegra páska falleg friðarkveðja sem í mínum huga vísar til upprisunar og sigurs lífsins yfir dauðanum. Að eitthvað sé til frekar en ekki neitt og að við séum hluti af þeirri stórkostlegu tilveru sem tjáir sig stöðugt. Í mínum huga upprisan hér og nú, en ekki atburður í fyrndinni eða eitthvað sem gerist í framtíðinni. Upprisan ég og þú og allt sem Þetta andartak og allt sem deilir því með okkur. Eitt andartak, stanslaus sköpun, ekkert áðan, ekkert á eftir, án upphafs og endis. Páskarnir minna okkur á lífskraftin sem endurnýjast stöðugt, lífið sem lifir af djúpri visku og finnur sér leið. Þeir minna okkur á kraftin sem sameiginlegur öllum manneskjum, kraftin sem hvetur okkur til að leita leiðarinnar, ganga í friði, finna von á erfiðum tímum, kraftin sem gefur okkur möguleika á því að umbreyta þjáningu í gleði og fögnuð, að ganga stíg ljós og friðar. Fyrir mér upprisan sameiginleg gjöf til allra manna. Raunveruleikinn okkur öllum sá sami. Við öll á sama stað, hér og nú. Listilega samofin hvert öðru í hreinni elsku, hverjar trúar sem við erum. Þetta sá sannleikur sem þegar upprisinn og trompar allar kenningar og skoðanir. Ef við lítum djúpt inn í okkar tilveru, blasir þessi sannleikur við.
forsenda friðar og jafnréttis, er að gangast við lífinu af heilum hug og öllu hjarta. Við getum heiðrað þessa sameiginlegu lífsgjöf með því að nálgast hvert annað í forvitni og með opnum huga og sýna hvert öðru samkennd og umburðarlyndi. Okkar eigin hjartsláttur er hjartsláttur alheimsins. Hlustum og gefum okkur tíma til að undrast, því lífið er meira en það sem þú getur sagt eða hugsað. Ég vona svo sannarlega að okkur auðnist að vera samstíga í friðargöngu ókomin ár og taka þannig djúpa og skýra afstöðu með lífinu. Því í mínum huga er það eina leiðin sem er fær. Ég óska ykkur öllum gleðilegra páska og megi friður ríkja á jörðu. Við þökkum ykkur fyrir að vera með okkur þessa stund. Við þökkum öllu tónlistarfólkinu, þökkum fulltrúum þeirra ólíku trúarbragða og trúarhefða sem hér komu fram og töluðu fyrir friði, fluttu friðarbænir og eða kyrjuðu fyrir friði. Þegar við leitumst við að skilja hvert annað í einlægni og uppgötvum að við eigum mun meira sameiginlegt en það sem að aðgreinir, þá skapast raunverulegur friður. Friður er eina færa leiðin. Friður sé og veri með okkur öllum.